Ég ætla að gera hérna smá yfirferð á búrum. Það búið að vera smá breytingar og svona og þá hérna alveg vert að taka eitt vídeo. Það semst engar stórvægilega breytingar, litlar hér annað en ég búinn að tæma hérna diskursabárabúrin hér í stofunni. Bæði þetta hérna lengst til hægri og eins þetta þarna vinstra megin. Og síðan var ég að hafa alveg gríðarlega mikið vatnaskipti í 720 lítra borinu. Eins og sjá má, þetta alveg útskýjað sko. Það gekk mikið á. Það var svolítið grænþörungur ofan á mölni. Ég þurfti svolítið að þyrla honum upp og það kom mikið eitur upp. Þetta hreinsast strax. Það eru 2 ströndalur og svo tunnudalirnar í gangi, þannig að þetta verður strax. Þetta hérna Red Melon parið hérna, það búið að spá að rigna núna í kvöld, já og dag reyndar. Slagur og læti vegna þess. Nú mellan á bænum hringdi ég veit ekkert hvenær, ég fann það bara þegar ég tók á þessari keilu. Það voru fullt af hrognum sem að lenti fyrir fingrum mér og dreifðist út allt. Hún hringdi með hérna Royal Blue Turkish, gríðarlega fallegum fisk. Gríðarlega fallegum fisk. Já, svo hérna pör sem að þurfa að fara í búrið sitt hvora megin. Þó mér geðist ekki sérstaklega að því að hafa pör hérna í stofunni. Þessi berbotna búr, þau vilja koma svo mikill þörungadrulla í þetta og matadrulla þegar sólin skín eitthvað, það þarf ekki að vera nema smá rífa. En hérna rækjubúr. Þetta hafa nú flesti séð held ég. Hérna var vatnaskipti líka. Hérna náttúrulega bara, fyrir þá sem ekki vita, sevelur og seiði og nokkrar rækjategundir ásamt stærri rækjum eins og Ghost og hérna Devil filterskrimmt og slíku. Hérna Ghost, einhvers staðar. Hérna sevela. Og svo svona einhver rækjur. Þetta búr fól nú svona, þegar ég hef ekki haft vatnaskipti sem held ég bara einu sinni í vetur í þessu búri, kannski 2 svar, ég man það ekki. Nú, hérna hins vegar barnaheimili í diskusnum. Þetta eru yngstu meðlimirnir. Þeir eru hérna sér 10 stykki eða svo. 10 stykki eða svo. Þetta verða fallegi fiskar, eins og allir diskurs að verða. Nú hérna svo nýjasta búrið. Það var bara vatn að fara í þetta bara núna fyrir 10 mínútur síðan, eða já, korter síðan og fiskarnir fóru bara 5 mínútur seinna. Þetta Red Turkish, átti reyndar að Royal Blue Turkish hérna. En mig grunar að þetta sé Red. Hann var bara komið í fyrir 10 mínútur síðan og þau bæði. Fallegu fiskur. Nokkuð fallegu fiskur. Þetta kellingin, ég nú búinn að reyna hana svolítið að para hana með bæði þessum kall og öðrum og hún nú ekki sérlega álitleg. Lítið í stuði. Nú þarna hittbúrið sem ég sett upp fyrir í dag, það orðið kristaltært. Þessi búr var hann Elvar Sigurðsson að
að hanna fyrir mig. Hann er alveg snillingur þessi. Hann á nú handtökin af fleiri búrum hér. Hann á handtökin búrum og mörgu fleiru. Það er ekki á hann logið. Hérna eru rækjubúr. Þetta eru 3 svona hólf. Sitt hvort tegundin í þeim öllum. Sitt hvort tegundin. Nú þetta búr er tómt. Það er ekkert sem heitir. Það eru 3 búr hérna bara galtóm. Og ekki alveg vanalegt að sjá það. Hérna er síðan mýkur út úr ankistrum. Fullt af seiðum. Nú liggur nú kallarn á. Það er inn í þessum hólk. Fyrir þá sem ekki vita þá er einmitt svona hólkar eða eitthvað svoleiðis mjög sniðugt til að fjölga ankistrum. Mjög sniðugt. Það finnst gott að geta borað sig inn í og varið í svona lögu. Nú síðan er það hjá stelpunni, nei, það er allt orðið slökkt þar. Ok, það er komið svefntími á hana. Hérna er dvergkumrar, rauðir, einhverjir dvergkumrar, veit ekki hvað það er kallað, annað. Svo erum við með hérna endlera frá Elvari Erni Sigurðssyni. Eða restaðum, já, var full. Já, það eru smá mistök. Það er ankisturpararna líka. Það er ankisturpar út allt. Þetta par er á við minni frá Stefáni Guðjóns. Ankisturumanni með meiru. Og hérna er líka ankisturpar og rækjur. Þetta er hjá stelpunni sko. Og svona sent. Það hefur bara ekkert verið að sinna þessu sko. Hæ, þetta er þess að tón. Þetta er bara nokkuð gott. Þetta er bara nokkuð gott. Þakkum bara fyrir. Nóga sinni. Endum hérna á babyjónum.